Góða kvöldið. Karl Sigfússon heiti ég og 34 ára verðtryggingarfíkill. Ég byrjaði að nota verðtryggingu árið 2006 og hef ekki getað hætt síðan. Neyslan hún eykst stöðugt því dílerinn minn, hann stækkar alltaf skammtinn minn í hverju mánuði. Bara án þess að ég biðji það. Hann bara þvingar því upp á mig. Ég er búinn að tapa öllu sparifínu sem ég átti vegna neyslunar. Ekkert eftir. Ég sótt meðferð á síðasta ári en mér var bara sagt að það væri ekkert að mér. Ég væri bara svona 107% fíkill og því ekkert hægt að gera ennþá. Mér var sagt ég geti komið samt aftur þegar ég væri búinn að overdósa og bara algjörlega fallið saman. Nú skil ég hvernig Bjarnar Ben leiða landsfundinu annars klökkur. Það er náttúrulega að taka mig saman eftir þetta. Þetta var kannski örlítið ýkturingangur en lýsir líðan minni glettilega vel. Ég er menntaður sem verkfræðingur og er í dag sjálfstætt starfandi. Ég hef unnið á verkfræðistofu, fasteignafélagi og fjármálafyrirtæki, en það er samt eftir hrun, þannig að það er alltaf leið. En það sem öllu máli skiptir. Ég er hamingjusamlega giftur og 2 yndisleg börn. Sem sagt, ísnavenjulegur náungi, bara frekar pirraður, en samt alveg venjulegur. Sem útrás fyrir pirringin ákvaði ég að skrifa greinar í blöðin. Ég gerði það að ég er svo ósáttur við hvernig við tekið á skuldavanda heimilanna. Klísja en staðreynd. Ég er ósáttur við öll úrræðin sé á forsendum lánveitanda. Ég er ósáttur við ekki sem verið að breyta málum með langtíma hagsmuna leiðarljósi í stað skammtíma plástra. Ég er ósáttur við hversu litla athygli skuldamál heimila fá hjá ráðamönnum og þeir bara virðast ekki sjá þetta sem alvöru vandamál. Viðbrögðum við greinunum 2 sem ég skrifaði, annars vegar ég er kúaður millistéttarauðli og hins vegar vísitölu fjölskyldan gjaldþrota sem birtist í síðustu viku, voru vægast sagt með mér eftir von á, sem segir mér að það eru gríðarlega margir í minni stöðu, því miður. Mín saga er í stuttu máli einhvern veginn svona. Ég keypti framtíðarhúsnæði við hjónin fyrir fjölskyldun árið 2006 með ca. 65% skuldsetningu. Við völdum að stilla skuldsetningu í hóf og settum allt sparið féð í fasteignina. 3/4 hluta lánsins voru í verðtryggðu íslensku láni til 40 ára frá Íbúðalánasjóði. Ég fór, sem sagt, svona frekar varfarna leið, svona að ég taldi. Eftir á hyggja, og það var alveg bara skelfileg ákvörðun, bara svo vestan ég tekið á ævinni því miður, er svona yfir 100% skuldsettur, cirka, allt sparið fyrir horfið, fasteignin hefur lækkað þetta 10-15% og lánin hækkaði við 40%, þrátt fyrir greiðslur af lánunum og þessu í skýlum. Eftir á hyggja, þá hefði ég verið betur settur ef ég hefði skuldsett mig meira og lagt hluta á sparifínu til hliðar. Hefði þá dottið inn í þessa frábæru 110% leið og því verið svona cirka bát svipað skuldsettur og í dag. Ég ætti líklega alveg skverað hús með flottum húsgögnum og kannski einu málverki eða 2. Og ég væri líka, sem skiptir eiginlega mestu máli, ég væri tryggur með lága óverðtryggða vexti næstum 5 árin því að það voru skilmálarnir hjá þeim sem voru með erlend lán og voru endurreiknuð að þeir nutu þarna hagstæra lánakjörn næstum 5 árum með að njóta. Það er merkilegt hvað lífið getur stundum verið öfugsnúð og órangreitt. Síðustu vikur hef ég fengið svona hálfgerða bakþanga eða þannig og fór að velta fyrir mig hvort að ég hafi verið svona ekstra óheppinn eða vitlaus eða er svona vísitölu Jónin, ef við persónulega gerum hann, í svipaðri stöðu. Til að átta mig svona betur á því að þá stilti ég upp einföldu sýnidæmi fasteignakaup. Ég er nú verkfræðingur og verða að reikna aðeins, brasa aðeins með þetta.
Og þau líta cirka bótt svona út. Ég stilti upp fasteignakaupum fyrir Vísitölu Jón sem keypti sér íbúð fyrir 20 milljónir haustið 2007. Það voru nú margir sem keyptu íbúð haustið 2007 held ég. Og ég gerði ráð fyrir 70% skuldsetningu frá Íbúðalánasjóði. Ég afgreiðslu láni til 40 ára, eins og algengasta formið þar á bæ. Viðkomandi lagði sett 6 milljónir í kaupin. Súlan til hægri í janúar 2012. Í dag, sem sagt. Eigið féð farið, lánið hækkað og íbúðin lækkaði lítillega. Þannig að byrja. Stuttumáli, fasteignaverðið mínus 7%, eigið féð horfið, jú það 25 skall eftir, það ágætt. Lánið hefur hækkað 33%, þrátt fyrir að það hefur greitt að láninu cirka bótt 4 milljónir. Lítum á það sem leigu til að vera í húsnæðinu, við erum sanngjarn. Það hefur samt hækkað lánið 33%. Svolítið merkilegt. Þannig að nei, ég greinilega ekki einn að vera í þessari stöðu. Því að þessi uppstilling, hún miðar við raunverulega vísitölu þróun á tímabilinu og þá forsendu að íbúðin, hún fylgi vísitölu fasteignaverðs fyrir íbúðir. Það er að segja þessi þróun á eignaverðinu. Og hvað hefur svo verið gert til að koma til móts við okkar fúlu stöðu? Jú, það hefur verið boðið upp á nokkur sértæk skuldaúrræði sem gera fátt annað en að skapa mismunun og furðulega stöðu eins og Ólöf lýsti vel á það. 110% úrræðið, bara svona okkar á milli, einhverjum inni sem dettur í huga að það hafi verið fyrir lántakan á einhverjum tímapunkti. Ég held ekki. Þetta var einfaldlega svo uppað sem fjármálastofnanir gátu komið sér saman að væri pottþétt töpuð. Þetta ekki grínast, ég er samfærður um þetta. Þetta eru svona skammtímalausnir og aftur skammtímalausnir. Nú skulum við stíga eitt skref tilbaka og horfa á þetta í aðeins víðara samhengi. Eins og Ólöf kom inn á líka á það, að þá staða heimilanna frekar súr. Og hvernig hún svona raunverulega? Jú, 40% fjölskyldna skulda meira en þær eiga. Það getur ekki undir nokkurum kringumstæðum verið eðlilegt. Sama hvernig við lítum á það. Það skiptir engu máli hvar þú stendur, hvaða stöðu þjónar samfélagsins. Þetta út fyrir öll norm. Þetta 60.000 fjölskyldur. Heimfærum það á það sem eru hérna inni, gefum okkur þetta sé svona þverskurður af samfélaginu. Þá slagar þetta í að vera annagnar einstaklingur í samfélaginu. Tæplega þó. En það skuggalegt. En þetta ekki búið. Spariféð margra tapað og framtíðarsýnin vægast þokukennd. Því að fjölskyldur eyða sparifé, séreignarsparnaði og taka lán til að ná endum saman. Og eignastaðan ennþá að versna. Lánin bólna út í hverju mánuði. Sem sagt, það mitt mat að það sé í gangi kerfisbundið hrun hjá fjölskyldum landsins. Og birtingamyndin á þessu kerfisbundna hruni, hún sést á þessu súluriti. Þetta súluritt fengið úr hinnu margrómaða tímariti Tíund sem andalega á náttborðum allar heiðinni. Það gefið út að þetta sagt fréttafla ríkisskattstjóra, októberhefti 2011. Þetta sem þetta tekið úr grein sem ber titilinn Niðurstöður álagningar 2011, þannig að ártölur sem þið sjáið á súluritinu eru sem sagt 2002 það fyrir yrkisár 2001, þetta álagningin það árið. Og það rauða súlan, hún sýnir fjölda fjölskyldna sem með neikvæðan eignarskattsstofn. Það skuldar með þær Bláa súlan sýnir hið andstæða, það er að segja já, þetta í einhverjum svona balans 25.000 fjölskyldur, 20.000 sem voru að útskýra á þann máta að þetta eru kannski aðilar sem hafa farið í nám, jafnvel til útlanda og tekið námslán og flutt heim og fengið lán foreldrunum fyrir fyrstu íbúðarkaupunum. Þannig að eignirnar duga ekki fyrir skuldunum. En síðan bara gerist eitthvað þarna árin 2006 og 7, 8 og 9 og 10. Að þarna bara
gíralast upp einhver tóm vitleysa. Og það þarf ekkert sérstakt hugmyndaflug til að spá fyrir stöðuna fyrir næsta ár. Þannig ég býð svona, bæði og spenntur eftir októberheftinu 2012 hjá 10. Það sem sagt bara öllum sem vilja sjá að það kerfisbundið hrun hjá fjölskyldum landsins. Það eru meira en þetta kerfisgallar í hagkerfinu okkar. Hagkerfinu sem líklega að sýna sitt rétta andlit akkúrat þessa dagana. Ég vil vekja athygli á nokkurum svona kennitölum samfélagsins í dag. Það er 7,3% atvinnuleysi fyrir utan þá sem fluttu til Noregs. Það er fjárfestingin, hún er ennþá í lágmarki, hún er gríðarlega lág. Það eru gjaldeyrishöft og samt er 5,3% verðbólga. Og spár greiningaraðilar spáði að hún verði aðeins hærri, slá upp í 6% núna við næstu tölur Hagstofunnar. Hvað er það? Ég mér skortir hugmyndaflug til að fatta þetta. Ef við getum ekki haft stjórnarkerfin í dag, við alveg ótrúlega stýrðar aðstæður, er það þá yfir höfuð mögulegt einhvern tíma? Og er þetta kannski bara birtingarmynd á gölluðu kerfi sem farið að hringsnúast sjálfa sig? Það er ekkert vafamál í mínum huga að verðtryggingin, eins og hún er praktíserið í dag og það lánafyrirkomulag sem fylgir, er einn af stóru kerfisgöllunum í samfélaginu hjá okkur. Verðtryggingin hún deyfir lántakann sem og lánveitandann fyrir raunverulegu vaxtastigi með tilheyrandi aukaverkunum síðar meir. Og þær eru þannig að lántakandinn hann mun ekki geta borgað lánið fyrir líkitum. Og bara svona by the way, ef það er einhver lánveitandi hérna, þú myndi allir ekki fá lánið tilbaka, bara svo vitir það. Það eru litla líkur á því, Verðtryggingin gerir að auki stjórntæki Seðlabankans bitlaust vaxtaákvarðanir og dregur verulega úr virkni vaxtaákvarðana sem eru teknar sem ekki byrja að virka fyrir en í óefni er komið. Verðtryggingin að mínum að það sliga heimilin og ef ekkert er aðgert mun vandinn verða umfangsmeiri og á endanum mun hann sliga samfélagið allt. Það er bara staðreynd sem við verðum að fara að viðurkenna og ekki bara þeir sem skulda, líka þeir sem eiga pening. Ef ekkert verður aðgert verður staða íslensku kjarnafjölskyldunar í samræmi við skopteikningu frá honum Halldóri sem er með myndirnar í Fréttablaðinu. En ég vona svo sannarlega svo verður ekki. Takk fyrir.